100 metra flugskeið á Íslandsmóti. Mjög skemmtilegt, nokkrir aldurshópar, ungmenni, heildarsigur, ríkjandi heimsmeistari, snillingur, orðheppinn, fallegur, Konráð Valur Sveinsson. Athafnamaður líka. Já, og bóndi. Já, svona æfingar. Ég æfingum sko. Herru, byrjum bara á deginum í dag. Hvaða hestur þetta? Kjarku frá Árbæjarhjálið. Manstu tímann svo fórst á? Í fyrri sprelti fór ég á 7.54 og svo var ég á 7.46. Þessi hestur, hvað er hann búinn að vera lengi í þinni eigu? Við fengum hann hérna í fyrra beint eftir Suðurlandsmót frá henni Heklu Katarínu. Og leiðir ykkar er búin að liggja saman síðan þá, þetta er erfitt? Já, þetta er rosa prógram sko en hann er voðalega svona þælur sko, allt öðru skeiðaströldur en ég kynst hingað til sko. Miklu þægilegri í umgengni og svo rólegur og svona þægilegur bara. Nú er framöndan heimsmeistaramót og þú ert náttúrulega ríkjandi heimsmeistari. Hvaða hest verður með þar? Nefnilega mjög gaman að segja frá því, ég fer ekki með þennan. Okay. En ég er að pælja að halda smá spennu yfir þessu og ekki segja ykkur frá því núna. Það er svoleiðis? Það er bara þannig. En það er búið að ákveða það? Já, þetta er allt svona, þetta er alveg komið niður í mjög fáa hestna, ég get sagt þér það. Ok. Og á að stefna á að taka titilinn eftir? Já, maður gerir sitt besta bara úti og svo geta alltaf komið einhverja ójöfnur á veginum. Hvernig er tilfinningin þegar þú færð afhendan heimsmeistaratitil? Þegar ég var úti, ég var ekki alveg búinn að átta mig á þessu sko. Þegar ég var þarna heimsmeistari í beint þetta 100 metrana sko, ég var ekki búinn að fatta þetta alveg svona, var ekki búinn að melda þetta. En síðan svona nokkrum vikum eftir það var svona, já, það var heldur magnað hjá mér. Það tók smá tíma. Hvað er einhver sérstakt prógram eins og á þér fyrir heimsmeistaramót? Hvað gerir þú fyrir sjálfum að þig? Er einhverja prógram, einhverja æfingar, skilurðu eitthvað svoleiðis? Já, ég náttúrulega stundum mikið hot yoga sko og það er svona alltaf að losa streitu og svona djöfulinn inn í mér sko. Það er ekkert sérstakt matarprógram á kallinum eða halda sér léttum eða? Nei. En það er bara eðlilegt líf og svo bara taka á því þegar það kemur? Já, það er bara að refsa sig þegar það kemur sko. Já. Hvað er framöndan hér á mótinu á þér? Ég er að fara í gæðingaskeiðið aftur á morgun. Svo ekkert meina það. Hvaða hestur kemur með þar? Það kemur með Kjarkina. Þannig að það á að taka tvöfald? Já, maður má vona það, maður veit aldrei hvað gerist. Það er sterkir hestar hérna líka. Já. Íslandsmótið yfir höfuð, hvernig líst þér á þetta? Svæðið og annað? Mjög flott. Umgjörðin í kringum þetta alveg topp. Maggi Ben er algjör yfirbúra maður í þessu. Ég hafði ekki mikla trú á honum fyrir. Þú ætlaði ekki að sleikja ræsunum á honum verða? Nei, ég hef nú ekki gert það margótt áður sko. Einu sinni tvisvar kannski. En menn búin að gera góða hluti hérna? Já, menn búin að svakalega flotta tölur inn í öllu og svona sko allt að gerast. Og ánægði með vellina og aðstöðu og annað? Já, vellin er mjög flottir. Mjög hörku flottir. Góður, sérstaklega sprautin búin að koma mjög góðir tímar hérna. 250 metrar skeiðinu gerði en svo Gústi var að fara á 21.97. Já, cirka 98 held ég. Já, 21 sko. Og svo 50 hestina var á 22 með eitthvað. Þetta er bara fáránlegir tímar sko. Og fallegt fólk að horfa? Já, mjög gífurlega myndalegt fólk að horfa. Já, þetta er gott. Það er gaman að Takk fyrir þetta, góðum minn, sjáumst á morgun, kátir. Takk.